Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Á Djúpavogi má finna allsérstakt beinasafn sem rekið af Vilmundi Þorgrímssyni. Hann hefur í mörg ár sankað þessi beinum og raðað saman beinagrindum hinna ýmissa dýra og þá aðallega sjávarspendýra. Töluvert mikil aðsóknir á safnið, enda ekki mörg slík á landinu. Útlendingarnir, þeir eru að sækja tvo hluti til Íslands. Náttúru og eitthvað sem minnir þá að þeir hafi verið á Íslandi. Þeir geta ekki tekið matinn með sér, þeir þurfa að borða hann, þeir geta tekið minninguna, en þeir vilja eitthvað, sumir eiga skáp heima hjá sér, öllum stöðum á jarðríki. Þetta svona safnaraliðið. Og ég að þjónusta þetta safnaralið. En svo náttúrulega kemur bara almenningu líka og þeir eru að kaupa eitthvað íslenskt. Það alltaf verðið sem stoppar svona þennan almúga. En svo bara fólk með góða kaupgetu og ekkert að hika við að kaupa dýran hlut, sko. Og ef það sér eitthvað sem svolítið öðruvísi, ekki einhverja kínverska mynd sem okkur líkar, fallegt fjall og fullt af skógi og bara kannski svartur sandur með hvítu froðufyllandi í einum ísjaka á bakvið. Að eitthvað sem minnir á Ísland. En hversu margir sækja safnið heim? Sko, ég alveg hættur að telja þetta, en ég taldi þetta fyrsta árin hérna og þetta jókst svona 50% á hverju ári. Nema núna síðustu 3 árin þá hefur þetta aukist svona 100%. Og þegar ég taldi síðast þá voru þetta milli 25.000 manns sem komu þessa 4-5 mánuði. En svo að koma fólk sem ég ekki heim, sko. Og þetta mest sem að koma núna, þetta einkaaðilar sem að hafa tekið mynd hjá mér að fengja upplýsingar og þeir að senda á vini sína. Og svo bara spreða þetta út. Villi hafsjór á fróðleg þegar kemur að beinabyggingu dýrana. Þið sjáu kjálkabeini hérna. Þetta sem sagt kjálkin á steinbitnum. Hann tvíkjálk með 2 bein í kjálkanum. Og allt spegill. Öll dýr sem að jarðarinnar, snákar, spendýr eitthvað. Þetta alltaf spegill. En þeir eru aldrei einsbáðu megin. Við erum aldrei symmetrískt. Og það þarf ekki nema 1 gen til þess að skemma þetta. Og við getum, ef þessi samgróningur passar ekki, þá fáum við skarð í vör eða alls konar galla. Og steinbíturinn í stórmerkileg fiskur í Ísland því að hann skiptur úr tönnunum einu svona ári. Það mikið ferli að hreinsa bein og það gert eftir kúnstarinnar reglum. En oft þarf að taka alla beinagrindin í sundur til að þrífa og það nákvæmnisverk. Því hvert bein þarf að vera á réttum stað. Þegar ég tek svona refahaus eða steinbítshaus þá sker maður kjálkan burtu og setur hann inn í grisju til að tína ekki hlutunum burtu. Svo setjum maður grisjuna í ferlið. Og ef þú ert með heilan hval, hann með 150 tennur, kannski höfrungur, þá þarf þetta að sortera þetta allt í pakka til að tína ekki öllu. Og svo þarf þetta að vera búin að taka myndir af öllu áður. Vegna þess að ég fer ekki til hérna á tölvuna og leita mér á upplýsingu hvernig steinbítur settur saman. Og þetta það sem að mínir safnarar að gera. Þeir að búa til katalóg yfir hvert dýr, hvað á að vera mikið bil á milli kjúku á sel eða hval og þeir búa sér tíðan bækling og katalóg þetta allt sem að þeir geta síðan selt aðgang að. Það sem gestir safnsins taka yfirleitt fyrst eftir hundurinn Trína sem tekur á mótiðum á hlaðinu, en Villi hefur mikla og góða reynslu af þjálfun hunda. Það þetta að kenna tungumál til hunda, hvaða tungumál sem Þú getur kennt þeim í þýði þetta og urr þýði þetta eða flaut þýði þetta, þeir eru svo fljótir að læra. Ég kom hingað á Djúpavog til að þjálfa hunda. Fjárhúsið var hérna við hliðina og bara þegar ég var svona heilsulaus þá þurfti þetta að hafa svolítið göngugetu til að þjálfa hunda. Þannig að ég lagði það fljótlega á hilluna og fór að verka bein í staðinn. En þessi hundur sem hjá mér núna, sko, hann ekki sýningahundurinn minn sem ég hafði hérna á Djúpavogi í upphafi, sem var mjög góður sýningahundur og ég var með eina rút á dag, minnstakosti, sem þeir komu til þess að sjá hvað hundurinn var að gera og hvernig og af hverju og ég var svona með áróður fyrir það að allir geta átt góða hunda en þeir verða nenn að leggja vinnu í hann. Þú getur lært hundamál. Og ég sýndi þeim hvers konar hundamál hundurinn talar og hvað þú getur gert í því til þess að ná betri sambandi við hundinn. En þessi hundur, hann bara kom hérna frá góðri fjölskyldu á Djúpavogi þegar ég misti hundinn minn og hentar alveg rosalega vel í túristana því að hann svo meinlaus. Hann brosir ekki að neinum túrista, sama hvað hann gerir. En hann, sko, þetta hans líf og sál síðan hann kom hingað. Hann má ekki missa af einum einasta manni, sko. Villi á góða að á Djúpavogi sem og annar staðar sem útvega honum beinagrindur eða hræ til að vinna og hreinsa.
Og í eitt skipti fekk hann til dæmis símtal að 4 háhyrningar hefðu fundist í fjöru. Og ég sagði bara, elska mig, ég bara kaupi þetta að þið, bara segið bara hvað þú vilt fá fyrir þetta. Og þeir eru hér, núna eru þeir að vera tilbúinir. Ég er með það hérna út í garði á sumrin, á beit. Og inn í gróðurhúsi? Og inn í gróðurhúsi á veturnar. Í gróðurhúsinu mínu er eiginlega engar plöntur, það eru bara bein. Beinin hérna inni, þau verða hvít af sólinni. Þau eru alveg brún frá byrjun, við sjáum að þetta er brúnt en það hér. Og sólin getur þau hvít, þess vegna eru þau hér. En hryggirnir og allt þetta nær 5 metra lengju og ég hef þetta úti á sumrin. Og þessi skepna, þetta er gáfaðasta rándýr jarðar og hægt að ala upp eins og hund nema að tæknin sem þetta dýr hefur er sónar eða bergmál sem þið senda út hérna eftir nefinu, hér, og hérna kemur hljóðið út og hvalir eru allt öðruvísi en við af því einu að heyrnartaugin er hérna í kjálkanum. Og þeir heyra þegar ekkóið kemur tilbaka, þá dettur hljóðið hérna á kjálkan og þeir hlusta með kjálkanum. Þess vegna er svo alvarlegt þegar dýr eins og þessi háhyrningur fær skemmdar tennur. Náttúran bjargar þessu, en ef að tennurnar skemmast á ungra aldri, þá opnast niður í rótina og við sjáum hvað mikið pláss hérna á milli tannana, að kjálkinn fær ígerð og skemmist og þar af leiðandi skemmist heyrnartaugin og öll afkoma dýrsins. Það er óhætt að segja að Villi sé með fróðari mönnum á landinu þegar kemur að dýrum, en hann hefur líka setið beggja vegna borðsins þegar kemur að veiðum og friðun. Ég er búinn að veiða þúsundir af rjúpum og í jólamatinn og alin upp í rjúpur. Sko, ég myndi fórna eins og skota friða rjúpuna alla. Það er forréttind að sjá þessa fugla, labbandi allstaðar. Ég er ekki að dæma veiðimann eða neitt. Ég er búinn að vera í þessari deild. Að veiða allt sem tönn á festir og all mín auður og alla mín auður fjölskyldur kemur frá veiðimennsku. En fólk sem vill ekki veiða hefur sama rétt á að halda dýrinu lifandi eins og sá sem vill drepa það. Og þennan rétt beggja aðilega verður að virða. Þeir sem eru vegan, þeir eru alla mína virðingu skilið. Ég get kannski ekki kjöt nema einu sinni í viku og gat ekki jötið kjöt þegar afi minn drap besta kálfinn vegna þess að hann var vinur minn. Ég skil þetta nákvæmlega. Við verðum að virða bæði þessi sjónarmið. Mannkynið getur ekki lifað á hnetum og grænmeti ef allir myndu gera það. Það er bara ekki nóg landrými til þess eða ættum við að höggva alla skóga til að fara að rækta. Þannig að við skulum vera fegin fyrir þá sem er ekki allir vegan og fegin fyrir þá sem eru vegan til að spara álagið á dýrin. En við verðum náttúrulega að taka okkur á í dýrarækt og fjölda búskap sem er skelfilegur. Sko. Ég get bara kindakjöt á Íslandi. Dýraheimurinn er svo heillandi, hann kennir okkur allt sem við þurfum. Líka læknum, þó þessi endalaust í afnitum og hjúkrunarfræðingum. Hundurinn minn, hann er eins og svona 2 ára, 3 ára barn. Og heilin vinnur nákvæmlega eins. Og að læra af rándýri eins og hundi eða ketti sem er á vísu miklu meiri egoisti, hann er miklu einfari. Og þegar ég ákvað að taka refina í fóstur, þá bara opnaðist nýr heimur fyrir mér. Og ég ól upp refi á hverju ári sem að slepptis út í náttúruna. Og þú gast haft samband við þessa refi ef þú varst einn. Og þá lærður þú tungumálið þeirra. Og þeir eru heillandi tungumál. Margfalt fleiri heldur en að fólk átta sig á. Og þá áttaði ég mig á því að ef þú ætlar að rannsaka villta náttúru, þá þarftu að losna við þetta aðvöruna garg sem allir eru að senda frá sér út á okkur. Og ég set stóra spurningu ofta þetta fólk sem er að koma annað slagið á greni og rannsaka hluti. Þú ert bara að hafa áhrif á refinn þar sem hann er. Og alla hans unga, hann tekur bara lyktaður eins og skot. Safnið hans er einnig heimili hans og kom því ekkert og óvart að áhugaverðir og flottir hlutir fyndust líka í eldhúsinu. Fullt af útskornum dýrum hérna. Gerir þú þetta sjálfur? Já, það er allt íslenskt hérna. Já. Ég er rosa hrifinn af íslensku rekavið. Þar, ég kaup ekki við nema íslenskt, en við fæ alls konar rekavið erlendis frá og harðvið líka. En skerð þú þetta út sjálfur? Ég sker voða lítið orðið út. Mest sem er skorið út hérna er hundgamalt. Já. En ég mála og brenni með penna á það. Ég er bara orðinn svo slitinn að ég þarf að spara að skera út. Sko. Ef ég tek einhvern skurki að skera út, þá þarf ég bara að taka það út í nokkra vikur og eftir. Gjalda fyrir það? Já, sko. Minn kvóti er núna komin í eitthvað annað. Já.
og nú situr maður eins og hérna og kjaftar allan daginn við túrista. Ég koma hérna í kjallarana hjá mér og hótelliðið segir, já farðu og kjafta við að Villa sko, láta hann segja einhverja huldu fólkssögu. Áhugi Villa á að skilja og vernda dýr kom í kjölfar áfalls. Ég misti son minn 17 ára eftir mikið áfall og þegar að við fjölskyldu okkar lendir í þessu, þá ákveð ég númer 1 að breyta mínu lífi. Líta öðruvísi á lífið og fá mér endanlegan tilgang. Og þá ákvað ég að taka þetta skref í náttúrunni. Og ég hef alltaf haft löngun til að forvitast þetta. Það er náttúrulega ekkert smá erfitt að fara inn í svona skipulegt, við köllum svona hálfgert vísindastarf, út úr áfalli og verandi alltaf fyrir fram að sig umgengni þar sem þessi drengur var. Hver einasta þúfa minnir á það. En ég ákvað að vera þarna 17 ári gamall og svona minn var og segja þá skilum við þetta, ljúka þessu ferli og taka næsta skref í lífinu. Og lífið mitt hér er að gefa túristum eitthvað að því sem ég veit. Bæði varandi steina, bein, líf og hundurinn er stærsti parturinn af því. Vegna þess að ég segi bara, meðan við getum ekki gengið betur fólk heldur raun ber á jörðinni. Hvernig í ósköpunum getum við áttlæst þess að ganga betur dýr? Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.